Ferskunýr morgun, uppvakningarnir að brenna og við þurfum að halda áfram að grafa eftir gulli og gersemum. Þetta ekki bara svona frábært? Við erum komið með einn demant sem við fundum í rústunum þarna daginn, en við þurfum svolítið meira. Þannig að til öryggis þá ætla ég að bræða niður járngrýtið sem við vorum komið með og setja restina. Við eigum smá svona og getum gert svona til að búa til alveg heilan helling af kyndlum sko. Þetta líst mér vel á sko. Ganga frá hinu og svona. Getum bara hent þessu þurfum ekkert að þessu að halda. Ég vil geyma tinnið en við þurfum ekki að við þurfum bara að hent egginu og það var ekki kjúkling. Ok, það er allt í lagi. Núna erum við með þess að ég bara ótrúlega mikið af kyndlum, þannig að það er bara mjög þægilegt. Búum til einn járnhaka segi ég, af því að það gæti verið, ég veit ekki hvort að kopardótið getur brotið alveg alltaf sama og járnhakin. Því eins og kannski flestir vita, þó kannski ekki allir, en maður þarf sem sagt steinahaka til þess að brjóta járn og maður þarf síðan járnhaka til þess að brjóta demanta þegar maður finnur þá ofan í jörðinni. Þannig að þetta er svona svolítið sko, maður þarf alltaf að vera með, maður þarf að uppfæra græðina sínar til þess að geta klárað það sem maður ætla sér sko. Meinu ekki þarna ofan í, það gerist nú ekki neitt. Ok, við höldum áfram. Við erum nú svo sem, halló. Það er laumupóki. Þú gerir ekki neitt af því að þú ert inn í bænum okkar og laumupókar get ekki skemmt bæn okkar sem að mér finnst mjög þægilegt og gott að vita af því að það er nefnilega ekkert grín að laga sumar af þessum byggingum. Þannig að það var þægilegt að vita því ég mun ekki þurfa að vera að gera mikið af því sko. Úraníum, bara ofan í jörðinni eitthvað. Það er notað til þess að það er notað í kjarnorkuver. Þannig að það er bara aldrei að vita nema þú veist á endanum þá getum við byggt kjarnorkuver til þess að til þess að framleiða rafmagn og þannig fyrir bæinn okkar sko. Ég bara veit ekki, við þurfum bara að sjá til hvað gerist sko. En svo erum við komin niður, við skulum kannski einfalda okkur aðeins umganginn sko. Smá meira járn. Ég hlakka svo til að þurfa ekki að nota haka lengur. Það væri frábært. Það væri frábært. Algjört stuð. Hér er ekki neitt. Þá setjum við vanalega kannski stundum svona. 2 kyndla sem að þýða bara fyrst við erum með svona marga. Þá veit ég að það er bara ekkert merkilegt þetta. Það er svona dropasteinar sem að myndast. Við vorum ekki búin að fara að hinga niður. Þannig að kíkjum aðeins þetta er bara önnur bara hóla með einhvern nema smá járngrýti og einhverju basalt og marmara. Mér finnst nefnilega pínu skemmtilegt sko að á svona bók sem að myndi kenna manni sko því að mér finnst jarðfræði rosa áhugaverð. Ég lærði jarðfræði bæði í menntaskóla og háskóla. Fannst það skemmtileg fög því að skemmtilegt fag, það er bara eitt fag í raun og veru. En já, að því að maður lærir náttúruna og Ísland er rosa merkilegt þegar kemur á náttúrufræði og jarðfræði sérstaklega líka. Það er margt mikið spennandi sko sem að gerast á Íslandi. Þannig að nú erum við aftur komin bara í einhverja hóli af engu við erum á sama stað sko og áðan sko. Svo rata ég einhvern veginn ekki út sko nema núna er ég á leiðin eitthvað, núna er þetta alltaf á leiðin til hægri þannig að núna er ég að fara eitthvað, ég er ekki að fara heim sko, ég er að fara lengra niður sem er svo sem það sem við viljum sko en ég er alveg, og nú er ég aftur komin hérna fer ég örugglega bara hringinn eins og ég fór áðan og svo fer ég hér og hvað enda ég þá? En sko, sjáu, hérna er eins og sé bara eitthvað risastórt herbyggi
Það sé svona sirka bát í þessari hæð. Þannig hvað ef ég gref mig bara aðeins hingað. Já, mér þætti gaman að sjá einhverjum svona bók eða eitthvað sko steinana og efnin sem að hægt að finna í Minecraft sko og bera það saman við sko raunveruleikann og eitthvað. Mér finnst það pínu skemmtilegt sko. Ok, við erum alveg að vera komin. Er þetta eitthvað svona... Bíddu, hvað er þetta? Ok, hér er fullt af skrýmslum og ótrúlega mikið af myrkri. Ég þarf að setja kyndla niður hérna út um allt. Þetta er eitthvað risastórt, marflatt og pínulítið herbergi. Herbergi sem bara birtist neðar. Það er laumubóki þarna, pínulítið laumubóki. Ok, ég er að setja niður kyndla út um allt eins og ég get svo að skrýmslin birtist ekki aftur. En það er ennþá öll miðjan eftir. Hætti að skjóta mig. Það er olía hérna. Það er olía og kóngulær og beinagrindur og allir pakkinn. Ekki með mig. Ég vil fara aftur inn í hóluna mína. Það er hóla mín. Ok, ég meina, getum við einhvern veginn ítt á einhvern takka sem að sýni mér hvernig breyti kortinu eða eitthvað? Nei, sýnst ekki, en við sjáum það hérna, kannski bara zoomað inn eða hvernig virkar það? Nei, hvað? Setti ég setti einhvern svona áhugavert. Það er allavega hægt að svona quick-merkja bara með ít og plus. Áhugavert, þá veitum við það. En ok, koma aftur og skoða þetta herbyggi aðeins betur þegar við erum búin að hérna mögulega fá okkur aðeins betri vopn eða eitthvað sko. Það hljómar vel. Ok, hérna sýnist mér að vera fleiri göng sko. Fundum strax bara fleiri göngin í gegn sko. Því líka meiri háttar snilld. Ég held að það er gull. Ok, við erum strax búið með 1 stakk af. Ok, og þetta er þetta. En sjáu þið á kortinu það í horninu. Hvað er bara aragrúin allur af einhverjum göngum og einhverju dóti. Hérna bara, sko, annarkvort bara beint fyrir neðan okkur eða beint fyrir ofan. Þannig að við skulum prófa að byrja því. Grafa einn svona lítinn stiga niður og sjá hvað gerist þar. Hvort þetta sé sérst fyrir neðan okkur eða ekki. Og við sjáum það á kortinu eftir smástund. Því það sem breytist sko aðlaga sig eftir því hversu djúpt við erum sko. Við erum ennþá nefnilega sko ekkert komin eitthvað brjálaslega djúpt nefnilega. Einfaldlega því að sko demantar byrja ekki sko við þurfum ekki að finna hérna. Ok, þessi brotin, en hún eyðilegast ekki, við getum mjög að laga hana. En þess vegna erum við sko með fleiri en eina. Hún döði okkur samt alveg ágætlega vel. Sko, hérna var ég að finna eitthvað, ok. Þetta er bara detta eins þetta niður. Já, við erum komin í einhver svona göng, sko. Núna getum við sko hoppað upp aftur og það var aftur mikilvægt að sko merkja vel svo maður sjáu alltaf sko hvar útgangurinn er sko, en hérna sjáum við sko hvaðan er allt þetta ljós að koma. Vá, hvað þetta er flott. Og hérna er Azúrsteinn og eitthvað. Núna erum við sko komin, núna erum við farin að nálgast. Hér gætum við sko alveg fundið einhverja demanta. Þetta er æsispennandi. Halló. Ok, þessi sprakk í þetta skipti.
Og það vinur hans. Hæ, vinur hans. Á! Ok. Ég ekki með neina brynju eða neitt, sko. Ég láta safna uppi og setja í einhverja járnbrynju eða eitthvað þannig, sko. Það hefði kannski verið sniðugt, en það eitthvað massíft hérna. Nálægt, þarna það, sko. Þarna allt hraunið, sko, sem var að gera sér ljós, sko. Því ég var líka bara, hvaðan öll þessi ljós að koma, sko. Þau voru að teygja sig inn í gegnum allan steininn og eitthvað, sko. Hérna bara gangur og eitthvað. Á, ekki vera vond við mig. Ekki éta mig. Ok. Aðeins skoða þessa ganga hérna og sjá hvort að... Hæ, þú hana. Viltu vera vinur minn? Ó, ok. Þessi vildi vera vinur minn, hann sprakk ekki. Hann leiði okkur að vera... Hæ, vilt þú vera vinur minn? Á, þú vilt ekki vera vinur minn. Vilt ekki vera vinur minn. Lame. Ok, þarna þarna gull. Ég myndi helst ekki vilja einmitt að hann eyðilagði gullið. Þannig að... Haha! Hann eyðilagði ekki gullið. Byggja bara smá brúsna hérna yfir. Koparinn, sko, getur hann brotið gull? Nei, einmitt. Þannig að það eyddi ég bara heilu gulli. En það alltaf þá vitum við það bara. Að við munum þurfa að nota járnhakan til þess að ná í alla helstu svona hlutina, sko. Ja. Ok, hann hefði sprungið. En við vorum innan bæjarmarkana greinilega sem var mjög þægilegt, sko. Við erum með nefnilega fullt af dóti hérna. Við náðum það. Nei, smarað skríti. Næs. Við notaði það þegar við skiptum út. Ef við erum ekki þegar við skiptum út, heldur þegar við erum bara að skipta við bæjarbúi og eitthvað. Þá getum við fundið alls konar. Ok, við fundum hérna. En hér, sko, sýnist mér ég sjá, kannski bara hraunavatn. Nei, það hérna beint fyrir ofan okkur. Bói, ok. Hvað með þá við förum svona. Og sjáum hvort við getum gráðið okkur í áttina því núna. Af því það alltaf svona þegar maður nálægt svona alltaf þegar maður nálægt hrauni á maður sénsinn á að finna demanta. Hraunið greinilega lengra fyrir ofan okkur heldur en ég var að búast við, sko. Það ekki mjög öruggt að grafa sig upp, sko. En svona í eitt skipti þá ætlum við að gera það. Prófa svona. Grafa aðeins lengra. Nei, það lengra fyrir ofan okkur. Allt í lagi. Við prófum við og við gröfum okkur upp. Og við gröfum okkur áfram aðeins. Ekki neitt og aftur gröfum okkur upp. Hvað var þetta? Og við erum inn í olíu, en... ok. Hér sem sagt risastórt olíubað, en við drukknum ekki í olíunni, það pínu skrítið. Ok. En já. Ég held að við höldum bara áfram og leitum að þessu hrauni.